Forseti, ég ætla að bæta þessu við í lokin í tilefni af fyrirspurn frá þeim Guðmundi Herði Guðmundssyni og Helgu Ögmundsdóttur sem eru stjórnarmenn í Landvernd og Guðmundur Hörður þar formaður. Þau sendu mér bréf sem formaður umhverfisnefndar, fögnuðu góðum gangi málsins í þinginu en spurðu sendu okkur ákveðna spurningu í tilefni breytingana eftir aðra umræðu og ég ætla að lesa kafla úr þessu bréfi með leyfi forseta. Við viljum vekja athygli á að mörg af þeim málum sem koma upp á sviði náttúru og umhverfisverndar eru staðbundin og fanga einungis athygli lítils hluta samfélagsins. Á Íslandi hafa lítil félagasamtök og óformlegir hópar gegnt veigamiklu hlutverki í náttúruvernd, ekki síst vegna fámennis og strjálbýlis landsins. Við teljum því mikilvægt að frumvarp fullgildingu Árósasamningsins færi ekki bara fjölmennum og rótgrónum félögum og samtökum málskotsrétt, gæta verður að því að lítil og óformleg félög njóti sama réttar. Við óttumst til dæmis að skilyrði að reikningar félaga verði að hafa verið staðfestir á löggiltum endurskoðanda geri það að verkum að lítil samtök njóti ekki málskotsréttar samkvæmt Árósasamningnum. Í ljósi þessa óskum við eftir skýringu á því hvað í þeim skilyrðum sem umhverfis- og náttúruverndarsamtök þurfa að uppfylla til að hafa málskotsrétt samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi staðfestingu Árósasamningsins. Tilvitnun lýkur. Því til að svara að sams konar klausa í öllum eða vel flestum þeirra umhverfislaga sem ég nefndi áðan, ákvæði endurskoðað bókhald. Í stjórnsýslunni hefur þetta eftir mínum heimildum verið túlkað þannig að samtök af þessu tagi þurfi að hafa skipulegt bókhald sem kemur fram í ársreikningum sem eru samþykktir á árlegum aðalfundi og félagslegir skoðunarmenn, eins og það heitir núna, árita. Ekki sé gerð krafa að atvinnuendurskoðendur eða bókhaldsfyrirtæki hafi komið sérstaklega nærri. Það er auðvitað ekki verra en kostar verulegt fé sem í samtökum af þessu tagi alla jafna betur varið til annars, til félagsstarfs og sérfræði aðstoðar. Og þetta í samræmi við minn skilning á þessu ákvæði.